Þetta er verkefni 23 lögbækur og ég ætla að taka með ykkur lið 2, 3 og 4. Samkvæmt lið 2 þá höfum við setja útlitskaflaskil og undan fyrirsögninni elstu lögbækur. Þannig við staðsetjum bendilinn hér fremst í fyrirsögninni og það sem gerist þegar við setjum inn þessi útlitskaflaskil þá fer allt sem fyrir framan fyrirsögnina í sérkafla og allt sem á eftir kemur er þá sérkafli. Við setjum þetta inn hér undir layout, veljum breaks og undir section break next page smellum á það og þá sjáum við þá er þetta orðið sér og fer fyrir framan er sérkafli section break next page og það er efnisyfirlit og forsíðan sem verða þá sérkafli. Samkvæmt lið 3 þá höfum við að velja stigskipta númeringu á fyrirsagnir. Þannig við ætlum að gera það hér undir multilevel list á home flipa. Við veljum ákveðið snið undir multilevel list hér og þurfum að velja það sem passar fyrir fyrirsagnir. Við sjáum hér er ein tala við heading 1, 2 tölur við heading 2 og 3 við heading 3. Þannig við veljum þetta útlit og þá kemur númeringi sjálfkrafa og talan 1. Ef þið skoðið uppsetta sýnishornið efni sem við litum þá sjáum þið vel þar hvaða fyrirsögn á að vera með hvaða heading fyrir sig. Og það er ein tala, 2 tölur eða 3. Fyrirsögnin grágás með 2 tölur þannig að þá veljum við heading 2 á hana, þá koma 2 tölur. Nafnið, það eru 3 tölur þannig við veljum heading 3 og þið ráðið hvort þið hafið stílaröðun og smellið alltaf á það hér sem mér finnst þægilegt eða veljið það héðan. Nafnið var heading 3, útgáfur líka og það sama er með varðveisla. Járnsíða hefur 2 tölur þannig að það er heading 2. Staðarhólsbók líka. Sama er með Jónsbók og þá er ein fyrirsögn eftir sem er heimildir og hún á að vera heading 1. Samkvæmt lið 3 þá erum við búin að setja hér fyrirsagnastílana á alla en við þurfum að setja first síðuskil hérna fyrir framan þannig að heimildir og það sem að eftir kemur fer á sér síðu. Notum bara flýtiskipin á Ctrl og Enter og þá færist það hér yfir á næstu síðu. Og þið sjá þá kemur hérna táknið page break hér fyrir framan.